Herri, við ætlum að vinda okkur hérna næst í fyrirsögn nummer 2 sem fengið hérna DFF. Þetta áhugavert mál. Sakaði frænda stjúpmóður sinnar áreitni á veitingastæði í Garðabæ. Hönd fór yfir rassvæðið. Ég fannst þetta svo eitthvað skrítin fyrirsögn, ég ákvað að lesa fréttina og þá var það ekkert minna skrítið þegar ég las fréttina og endanum þá ákvað ég að lesa dóminn og það er sem að talaði að karlmaður hafi verið sýknaður að því að hafa kysst, káfað og þrýst sér utan í 16 ára stúlku á veitingastæði í Garðabæ. Neitaði maðurinn sök og taldi dómarinn sannanir ekki nægar. Fréttin í raun og veru er þannig settu upp að þarna hafi bara enn einn rottinn sloppið við dóm, enn einn dónakallinn sem að sleppur undan ömurlegu réttaríki í nauðgunar menningarsamfélaginu Íslandi. Það talaði þarna að hún hafi frosið og ég tók eftir því að það var svona fyrirsögnin á Facebook síðu DFF að stúlkan fraus og í skýrslutöku á lögreglustæði stúlkan að hún hefði staðið við barinn þegar maðurinn hefði farið að snerta hana og reynt að kissa. Sagði hún að henni finnst þetta svo óþægilegt að hún hefði frosið og ekkert sagt við manninn. En fyrirsögnin hefði í raun og veru átt að vera stúlkan laug því að hún hefði frosið því að myndbandsupptökur sögðu allt annað. Og þetta mál þegar þú skoðar að betur, það sem stóra fréttin í þessu ætti auðvitað að vera er svo að lögregla hafi rannsakað mál sem hafa reyndist algjörlega tilhæfulaust, það getur alveg gerst, en stóra fréttin er svo að saksóknari hafið ákveðið að ákæra og það er ekki sakaður að hafa eitthvað hafi gerst á bakvið luktardyrin í einhverju herbergi, heldur þetta bara dans út á dansgólfinu í brúðkaupinu þar sem allir var að dansa, það var myndbandsupptökuvél á staðnum og þetta mál er sem sagt fer í ákæru, það er stóra fréttin í þessu. Fanney Björk Frostadóttir sem er aðstoðar saksóknari sem keyrir þetta mál hérna áfram og ég ætla að lesa hérna nokkra punkta á þessu. Þetta sem sagt gerist í ágúst 22, það er verið komin 3 ár síðan og það er eins og ég sagði, þetta er brúðkaup þar sem að þetta fólk er saman komið og svo kemur hérna í málinu liggja fyrir upptökur úr eftirlitsmyndavélum veitingastæðarins sem sýna bæði atvikið við barinn og dansskólinu. Á upptöku af barnum sjást ákærðu og brotaþoli saman við barinni 17 mínútur og stundum var þar einnig annað fólk meðan annars faðir og bróðir brotaþola. Þau sjást ítrekað taka utan hvort annað og dansa saman við barinn og er ekki annað að sjá en að nokkuð vel hafi farið á með þeim og einnig fleira fólki sem kom og fór. Ekki er hægt að sjá á upptökunni að ákærði hafi kysst brotaþola á kinnina eins og hún var að gefa það sök í ákæru. Á upptöku af dansskólinu sést að ákærði kom og fór að dansa við brotaþola. Var dansinn sem stóði yfir 4 mínútur nokkuð fjörlegur og nokkur sinnum fór hönd ákærða yfir rassvæði brotaþola. Ekki er hins vegar með góðu móti hægt að sjá að ákærði hafi þrýst brotaþola upp að sér. Ákærði hefur staðfastlega neitað því að hafa kysst brotaþola á kinnina við barinn, engin vitni hafa borið hafa orðið vitni af þessu meinta kossi. Þá fær lýsing brotaþola á kossinum þar segja ákærði hafa ætlað að kyssa hana en hún hafi snúið sér frá honum og kossin því lent á kinninni, ekki stóð í því sem sést á upptökunni. Í vitnisburði brotaþola fyrir dómnum kom fram að ákærði hefði einnig reynt að kyssa hana með sambarnum að hætta á dansskólinu en það fær ekki stóð í upptökunni heldur af dansskólinu og er ekki ákært fyrir það. Eins og rakið er að framan sést á upptöku úr eftirlitsmyndavél af dansskólu að ákærði og brotaþoli dansa saman og jafnframt að hönd ákæra fyrir nokkur sinnum á mjóbaki brotaþola yfir á rass hennar og mjöðum. Ákærði kvaðst ekki hafa haft ásetning til þess að áreita brotaþola og hefði hann litið svo á að einungis hefði verið venjulegan dans að ræða. Þá kvaðst ákærði ekki hafa þrýst brotaþola sérstaklega upp að sér og upptakan á dansskólinu ber það ekki skýrt með sér. Umfram það sem talið getur hluti af hefðbundum dansi tveggja einstaklinga. Í skýrslu sinni hjá lögreglu kvaðst brotaþoli hafa frosið í dansinu við ákærða en sú lýsing samræmist ekki því sem sjá má á upptöku og eftirlitsmyndavélinni. Þar sem brotaþoli dansaði við ákærða 4 mínútur og virðist taka fullan þátt í dansinum. Þá fær sá vitnisburður brotaþola að vitnin D og C hafa orðið vitni að dansinum og greinilega fundist eitthvað athugavert við hann án þess að gera nokkuð í því, ekki stóð í framburði þessara vitna. Vitnin báru báða fyrir dómi að þær hefðu ekki séð ákærða og brotaþola dansa saman og raunar báru þær að hafa verið farnar áður en dansinn fór fram ef tekið er mið af tímasetningu og upptökur eftirlitsmyndavélinni og leigubílakvittunum þeirra. Að mati dómsins verður að líta til þess að þær snertingar sem ákært er fyrir áttu sér stað í dansi og þótti ljóst að hönd ákæra hafi dansinu nokkur sinnum fæst niður á rass og verður ekki talið að sýnt hafi verið fram á vísvitandi káfið að þukla hafi verið að ræða. Hafa ber einnig í huga í þessu sambandi að ákærið talsvert lágvaxnari en brotaþoli. Er það mat dómsins að öllu framgreindu virtu að ekki liggi fyrir í málinu sönnun þess og hafi sig yfir skynsamlegan vafa að ákærið hafi haft ásetning til þess að áreita brotaþola kynferðislega umrætt sinn. Það er jafnframt mat dómsins að ekki liggi fyrir sönnun þess
svo yfir skynsamlega vafa að ákærði hafi umrætt sinn sýnt af sér vanvirðandi háttsemi. Og hann sem sagt sýknaður af kröfum dómsins og einkaréttarkröfu brotaþola vísað frá dómi og allur sakakostnaður greiðist úr ríkissjóði. Og það sem ég ætlaði að segja hérna það sem sérstakt við þetta að þarna augljóslega dans í brúðkaupi, ekkert meira. Það ekkert inn á baku luktadyr eða það bara dansa sem dansað, hendin ber eitthvað svona. Og gott og vel, það kært til lögreglu, lögreglan rannsakar, engin vitni staðfesta, samt sem áður farið áfram og ákært. Já, ég skil ekki alveg okkur verið að greiða peningi í þetta. Við skattgreiðendur erum að borga peninga í þetta rugl og svo sá sem þarna sakaður refsiverða háttsemi sem neitar sök allan tíman og öll vitnin staðfesta hans sögu og vídeóupptökur staðfesta hans sögu. Hann látinn sitja undir þessu í 3 ár við meðalveg það sem gögnin segja okkur. Þetta sem gerist 2022 og var verið að kveða upp þennan úrskurð í héraðsdómi núna í síðustu viku. Þannig að hann búin að vera í 3 ár með þetta hangandi yfir sér og það bara algjörlega með ólíkindum að saksóknari taki þá ákvörðun að já, ég ætla að gefa út ákæru í þessu máli, ég ætla að fara með þetta fyrir héraðsdóm og ég ætla að draga fólk fyrir dóm fyrir það að vera ölvað í brúðkaupi að dansa og gera úr því eitthvað kriminalt athæfi sem með ærnum tilkostnaði fyrir bæði skattgreiðendur og þá sem að þessu máli koma. Hún fær borgað. Hún fær auðvitað borgað og svo fréttaflutningurinn, af því að þetta dómurinn sem ég að lesa hérna upp, en það má ekki lesa það úr frétt DFF eða Vísis sem að skrifa þetta, að þetta hafi verið svona loðið og ólýsanlegt rugl í raun og veru, heldur bara fréttin sett upp þannig í raun og veru, þú lest fréttina og hugsaðu, já, þarna hefur enn einn dónakallinn sloppið með skrekkin. Já. Ekki tókst að sanna á dónakallinn sem að greinilega verið að áreita í brúðkaupi. Það að veldi liður enn hér. Þannig að þetta magnað og þetta skulum við hafa í huga aftur þegar við lesum fréttir eins og þessa. Það oft á tíðum og greinilegt að blaðamenn að kjósa að þó þeir lesi dóminn og sjáu greinilega að þetta algjörður þá sleppa þeim hliðum málsins til þess að reyna að búa til svona einhvers konar viðbröð í samfélaginu að þarna sé nauðgunarmenningin við líði og sýni sig hversu afspyrnu slappir dómstólar okkar eru til þess að taka á slíkum málum. En ruglið og þvælan, það verður ekki annað sagt. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.